En ætla ég að halda fram, ég ætla að útbúa grunnskáp sem sagt er búið til háarskápi. Það er sem sagt þessi hérna skápur sem er hérna í horninu hérna. Ég opnaði hérna aftur grunnskápinn sem voru búin að búa til áðan og ég byrja því að vista hann aftur þá undir öðru heiti. Family, þetta var þvottahússkápur 1, ég get ekki að þetta var þvottahússkápur 2 og þvottahússkápur 2 og við skulum strax, nei, við ætlum að halda fram hérna. Ég ætla að taka út sko, og það er bara ein hurð á þessum skáp. Ég tek út höldumennina og ég tek þetta hérna líka út. Þannig að það er bara hurðin eftir, það er botnplatan og svo botnstykkið, botnplatan og hliðarstykkin eftir. Ég fer hérna í Family Types og ég ætla að stilla þennan skáp upp í þannig að hæðin á hann sé 2100 eða hérna, já, hæðarskáp hérna, svona 2100. Dýptin er 600 og hæð og sökkli 120 mm. Við getum apply, ok, sjá hvað gerist. Ok, hann er bara alveg þolanlegur. Það var eitt sem ég gleymdi hérna. Breiddin á honum ekki vera 1200, breiddin á honum 550 mm. Ok. Það kemur svona, sjá að það eina sem okkur vantar hérna, okkur vantar topplötuna. Svo er okkur hillur hérna líka. Það er að laga handfangið fyrst. Ég ljóma það, ég fer í reference level hérna. Það er hérna á þessum stað, þetta er skrítið. Skoðum aðeins hérna edit type. Segjum hérna fjarlægð frá brún í 0. Svona. Það er sérst 0, fjarlægðin er hérna. Ég ætla að hafa hann hérna megin við, maður sjá, við þurfum að færa hann cirka, hvað er þetta mikið? 110 mm, sýnir mér. Edit type, fjarlægð frá brún, 110. Apply. Ok, þetta er flott. Síðan tek ég hurðina hérna og það kemur melding, ég toga hérna í bláu píluna. Remove constraint, við gerum það og ég ætla að taka hurðina lengra, ég ætla að modify, íta hurðina og ekki alveg upp að, smá bíl hérna, set málsetningu á þetta hérna, og hér, þetta ég ætla að læsa hurðinni svona 2 mm frá. Það kemur aftur remove, ok, svona, og setur svo hérna lás. Það var fastur bitunum við, var svona mikið bíl hérna 4,7. Það var alltaf til þess að ok, einhvern hafa hann aðeins við höfum hana bara í sjá, ég þarf að aflæsa þá ljómatur og segjum bara 4 mm og læsum svo. Kíkja þessi þrítið, sjá hvað það lítur út. Ok, hurðarhútin eitthvað skrítinn. Ég fer í edit type hérna og segjum hæð höldu frá gólfi er í 1100. Ok, svona. Þá var hann kominn, þá vantar okkur toppplötuna og okkur vantar nokkra hillur í hann. Ég fer hérna í bara placement site hérna og kveiki hérna á wireframe. Svo segi ég hérna. Ég byrjaði ég ætla að búa til reference línur. Ég ljóma, ærismelli, grísímular. Önnur hérna, 2 og 3 eða ekki. Síðan gef ég þessu nafn. Name hérna og segi hérna næsta hilla. Ljóma þessa hérna í miðinni, kalla það bara miðhilla og ljóma svo þessa hérna dryggju, svona
og þetta er efsta hilla. Svo smelli ég málsningu á þetta, align, mæsun, hérna, annari hér, þriðju hérna upp, svona. Þetta modify, íti svo á dimension, þá kemur hérna label og ég segi hérna parameter og segi hérna hæð næstu hillu. Þessi hérna parameter og segi hérna hæð mið hillu. Og þessi hérna parameter, það skiptir ekki máli með að hæðin, þeir þurfa ekki endilega að elta til það núna. Ég geti stilt það svo á eftir. Þetta er hæð efstu hillu. Síðan ætla ég að búa til svona extrusion, ég ljóma það. Ég segi hérna crease similar og ég fer í workplane hérna og segi hérna reference plan næsta hilla, fyrir að þar. Ok. Já, og hún vil fá mig hérna í float plan reference plane, ég segi það bara open view, ok. Þetta svona. Og ég teikna einfallega hillinu svona. Og svo smellum við að losa hana. Svona búum við til allar hillunar, allar þrjár. Og ég er hérna inni og ég myndi búa til parameter hérna sem heitir bara efni í hillum. Ok, og loka. Það kom sjálfkrafa allar stillingar hérna, extrusion end 450, extrusion dash 0, maður sjá, ég ætla aðeins að kíkja á 30, sjá hvernig það kemur út. Við ljóma hérna, smelli bara hérna, þá sjáum við teikna. Já, þá sjáum við hvað hillan er að. Hún er 450 miður stykk, þannig að það fyrir mikið að ég góða. Nú fara hérna placement set aftur hérna. Og hillan okkar er, já, sjáum hún hérna, hún er svo risastór. Ekki alveg það sem við vildum. Setjum við extrusion start og setjum extrusion end í 18 mm. Svona, þá var hún fínn í start. Ég fer aftur. Ég hef þetta ljómað og ég segi hérna hægri smelli crease similar og ég ætla að fara í workplane miðhilla, reference plane miðhilla. Ok, og hann vil senda mig upp í floorplanið alltaf. Og hérna, við byrja því að stilla hérna extrusion end í 18. Svo nöndum við ekki sama á þann og ég teikna á sama hátt hérna yfir. Smetla á þarna. Þetta er í sjálfu sér svolítið endurtekning frá það sem við höfum verið að gera. En æfingi skapar meistarann. Setjum hérna aftur. Þetta er efni í hillum. Okay. Og þá er breytið við bot. Ég get alltaf að fara hérna líka, þetta er bara extrusion. Og ég segi workplane hérna, ekki miðhilla, heldur efsta hilla. Extrusion end er í 18 og extrusion start í 0. Það held ég áfram hérna niður. Þetta er sama hátt, þetta er svona dreigið hillan. Og með því að hafa búið til að hæða parameter og svoleiðis, að þá ættu auðvitað að geta breytt hæðanum í samræmi við, ekki maður svo fyrirmyndin, samræmi við fyrirmyndin hérna. Sjá, hérna er næsta hillan, miðhillan og efsta hillan. Ég ætla að búið til síðasta stykkið hérna, það er toppstykkið. Ég gera það sama hérna, ég fer í create extrusion og ég segi workplane hérna og segi hérna workplaneið er hæð á skáp, reference plane hæð á skáp. Ok. Og ég teikna þetta bara svona þá yfir allar skápin, gera þetta svona. Þetta er svo
Við ætlum að láta hana, svo þetta fylgir nú starfinn á skápnum. Finish. Kíkjum aðeins á 3D-viewið. Nú sé ég lægi með þetta. Það er þetta svona. Þá myndir skápur nokkuð svona út. Ljóma hérna aðeins, þá sjáum við að sinja hann. Þá sjáum við hérna neðst miðhilluna og eftirhilluna. Þetta voru búið að vista undir öðru heiti, þannig að ég íti hérna á Save og síðan lótum við þessu bara inn í verkefni. Og þessi skápur er sem sagt hérna megin. Svo vil ég að þið prófið sjálf að búa til skáp. Þið takið þá þannig skáp sem við vorum að búa til núna og búa til skáp með handfanginu sem sagt hinum megin. Prófið það sjálf. Ég ætla svona að láta reyna á okkur núna smá sjálfstæði. Þannig að þið ætla að búa til áarskáp og snýra okkur að döfut á við þannig sem við vorum að búa til núna.